Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Herðu, já, það eru forsetakosningar og við höfum hérna við Rauða borðið rætt við, já, svo til alla sem í framboði, en það eru tveir eftir. Ég ætla að tala við hann Viggo á morgun og kannski mun ég ná sambandi við Katrínu Jakobsdóttur, hver veit, en að öðru leyti höfum við talað við alla frambjóðendur nema Eirík Inga Jóhannsson, rafvirkja. Sæll. Vertu velkomin hingað. Takk fyrir. Og takk fyrir að bjóða þig fram. Við höfum þann síð hérna við Rauða borðið. Já, þetta er mikil heiður að fá að bjóða sig fram fyrir þjóðinni. Já, þetta er svona, við byrjum á þessu þegar við tókum fyrstu viðtölum, því þá var svona stemming í samfélaginu að trúða lestina og allir verða að bjóða sig fram og þá tókum við upp þennan síð að þakka fólki fyrir að bjóða sig fram. Já. Sú umræða sem að var svona í janúar, febrúar, mars, fram í apríl, fannst þér það eitthvað sem þú þyrftir að fara í gegnum, að hérna, á ég erindi eða móttökurnar við frambúðunum eru svona blendin, verður mér mætt með hæðni og háðsglósum? Já, nú ekki mikla ágjörði því, en fyrst að náttúrulega þegar maður ratuðu svona er gott maður hafi eitthvað við móta. Já. Og þá ákvæði það að ég byrjaði þessar viku setni ég ætlaði út af veikindum, en ég tók heila viku þarna sem ég safnaði 500-600 með mælindur og var þá var ég ekki búin að opinbera það neitt svoleiðis og byrjaði náttúrulega að ganga í mínu nánustu umhverfi eins og stigagangi minn og fleira. Þegar ég trú ef að nágrannir vilja enga veginn sjá þig þá skaltu endur skoða þig og sleppa þessu. Það voru góða viðtökur alls það sem ég fór og ég fór mikið í heimsóknum og var þarna alveg 20 mínútur og stundum hálftíma og hitti marga snillingar sem gátu frótt manni margt í þessu kerfi okkar. Þannig að eftir þeirri viku þá bara sá ég það því ég ætti erindi í þetta. Þegar maður fann að ná að spjalla við velgefið fólk og nær til þeirra og margir sem tóku svo blaði hjá mér og skrifuðu svo undir á þess að ég baði það sko. Fyrst baði maður náttúrulega í uppæði og síðan lendur maður í góður í spjalli og margir sem sögðist aldrei skrifu undir hjá neinum og mér þykir hann góður árangur maður er búin að ná mikið af fólki þannig að ég næja ágætlega til fólks ég næja að spjalla eins við það. En það var svona ekkert verið að fylgjast með þér, það var ekkert fjallað þig svona að frambúð vera á leiðinni eða svo allt í einu skilur við bara inn nægum undirskriftum? Sko löngunum mín var það að mér langaði að safna að lágmarki 1500 undirskriftir í eigin persónu og þess að mér finnst að stjórnarskrárna hefur ætlast þess að vera ákveðin vinna lögð í þetta og þetta á náttúrulega að vera á pappír, það er mín skoðun og það vil ég breytingar á stjórnarskrárni sem að verði þannig að lágmarki 1500 meðmælendur á pappír og hámarki 3000 í heild og svo er fínt að fá forkostninga og síðan að þú þurfa að þá mennur það aðra umferð, þannig þið kostum milli tveggja efstu. Já, en alltaf það þarf ekki verið önnur umferð ef að frambjóðandi náði meirihluta. En síðan kemur það, ég var mikið til að sjá það að þú þurftir að safna að lágmarki 500 undirskriftir í eigin persónu á pappír áður en þú fengi að komast inn í rafrænugrunni. Og þá veit fólk að þarna er einhver sem er tilbúin að leggja eitthvað á sér og ætla sér verið frambjóðandi. Já, og er ekki borin áfram að einhverjum svona stuðningsmannahópi sem að sér alla vinnuna? Já, þetta er mikið vinna og sannfæra fólki í eigin persónu og ókunnugt fólk verður ekki sækja í bara fólki sem þú þekkir. Og þú vilt að fólk, slá í garðinn sinn og vaski sjálft upp, sé ekki með þjónustufólki í þessu? Sko, það er náttúrulega fyrir eftir hverju, mér finnst náttúrulega ríki á náttúrulega þegar þú ert orðinn kjörgengur. þá eiga allir bara að fá fasta uppæð og þú átt bara að halda þér inn að þeirra marka og ekki eða krónu meir. Þá standa allir við sama borðið og við vitum alveg að sjónvarpsauglýsingarnar eru það sem er verið að sækja mest í og þar mesta peningin. Þannig að fólk verður svolítið blind fyrir þeim frambjóðum sem eru mest framme í skjónum. Já, stundu gerist það í kosningum að svona síðustu vikan, 10 dagarnir, raunverulega færist umræðan úr umræðu þáttum eða samtali fólks bara yfir í auglýsingatímana. Það var kosningabaráttan háð á auglýsingatímum. Nákvæmlega. Það er bara þannig. En heyrðu, Eiríkur, af hverju ætlarðu að vera forseti? Mér finnst það að komið þörf að við förum að starfa eins og mér finnst að stjórnarskránni hafa alltaf ætlast til þess. Og það er það að skipta löggjafarvaldinu og framkvæmdarvaldinu í sundur. Það er náttúrulega á að vera þannig. Alveg svo dómsvaldið á að starfa sér. Og eins og staðan er í dag, þá finnst mér ekki ríkja ríkt lýðræði. Við erum með stjórnarhefð sem felst í því að við myndum okkur stjórna meirihluta úr einhverju flokkum. Já. Og þar með er alltaf einhverju flokkar sem fylgja með að því að það þarf að mynda meirihluta. Og þar með erum við alltaf með einhverju sérhagsmunahópa sem að ná alltaf að vera við stjórnvöldin. Og þegar þú stjórnar bæði framkvæmdarvaldinu, essens í ríkisstjórn,
og ert með meiri hluta þingmanna á bakvið, þá er voðalega auðvelt fyrir að gera hvað sem við vilt og það sýnist. Svo er það ekki sanngjarnt gagnvart lýðræðinu hjá öllum þessum kjósnum sem að eiga þessum, við erum í raun og veru að búa til eitthvað sem heitir stjórnarandstaða. Mér finnst það á ekki verið til neitt sem heitir stjórnarandstaða á þingi. Allir þingmenn geta unnið og lagt hlutið á borði og fengið atkvæði bak við því. En á meðan eins og núna, þú ert með 38 þingmenn á móti 25. Það verður ekki mikið. Ef við viljum hafa þetta svona, þá getum við alveg bara strókað yfir forsetann og getum strókað yfir alla stjórnarandstöðuna og senda hann bara heim og spara okkur þá peningin, ef þetta sem við viljum. En svona einhver útgáfa af þessu systemi eiginlega í öllum nágrannlöndum okkar. Í Skandinavíu kongur, ekki kongur alls þar? Kongur alls þar í Danmörku, en ég menn hann ekki hluti af framkvæmdarvaldinu og það þingbundin stjórn, að þingið finnur meiri hluta, stundum minni hluta með stuðningi einhverja flokka, en það þingið sem að mynda stjórnina, sama á kannski við í Bretlandi, Þýskalandi, Hollandi, það helst í Frakklandi sem að maður finnur eitthvað í líkindu við það sem að þú vilt sjá. Mér finnst að við erum náttúrulega að horfa bara að bæta okkar kerfin innan þeirra og það er alltaf verið að bera saman við okkur við útlönd og þetta. Ég meina Svíþjóð skils með að þessi alltaf minni hluta stjórn, en hún mynduð með því að mynda meiri hlutum með öðrum flokki sem því það er ákveði líman á bakvið og menn vilja halda ríkisstjórnin áfram þó þau séu sitjandi í stjórn og þar ef að fólki ætlar að halda sig alltaf svona saman þá alltaf geta þingmenn ekki greitt atkvæði eftir einn samfæringu sem að myndast á eða þú aðskilir. Mér skilst að færingar hafa farið þeirri leið að þingmenn megi ekki verið í ráðherrar. Ég þekki ekki til þess mál sjálfur en mér skilst það og mér finnst að það eigi við á Íslandi. Ég þekki ekki herrið mikið með óvart ef það en það má vera. Það hefur verið breytt. Herðu, en af hverju finnst þér að eigi að efla forsetann til þess að vera, hann þá eiginlega höfuð framkvæmdarvaldsins? Já. Er það vegna þess að þú upplifir það að ríkisstjórnin sem að þingið myndar sé með þingið í vasanum eða hvað? Það er bara svoleiðis og hefur verið svo lengi og það er ekki nokkur spurning og það komast alltaf ákveðinir alltaf til valda með því að mynda þessi stjórnarmeirihluta sameiginlega. Þannig að ef við slítum þetta í sundur þá geta þingmenn starfast með þingmenn og unnið við lögum allir sameiginlega. Auðvitað myndast náttúrulega fylkingar milli flokkum með hverju stefnur en þegar þú komið 50% sem vil halda saman ríkisstjórn þá er það límið, völdin límið. Ég vil ekki meina forsætisráðherra sé límið í ríkisstjórninni, það er völdin. Ekki persónan heldur. Nei, en það er náttúrulega skrifað í stjórnarskrá að forsetinn eigi að fara með framkvæmdarvaldi og hann ráðherra að fara með völd forsetans. Þannig að þetta er frekar borðleggjandi hver fer með framkvæmdarvaldi hérna á landi. Ok, en hvernig getur þetta gerst? Segjum að þú væri bara kjörinn og nú er komin hérna ég held að það sé 1. ágúst sem þú takir við völdum. Nákvæmlega. Það kom inn 1. ágúst. Hvað gerist? Ég er nú með þeirra reglu að þegar maður mætir til vinnu þá maður ekki byrja að usla og brosla strax. Þannig að þú er svolítið að boða það að breyta leikreglum. Ég vil að þetta verið breytt og helst bara svona í rólega dóm en auðvitað ég sæði fyrir við ef þetta gengir sem hraðast af veginn þá náttúrulega færi maður og myndir tala við þingið, alla þingmenn, alla flokka og fá þá til að leggja tillögur ráðuneytisins og helst utan þings. Það er ríkisstjórn. Það er ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Já. Við gerum ráð fyrir því að hún haldi þarna til 1. ágúst. Já, mér finnst þessi ríkisstjórn ekki verið að fara freka vel. Það má nú freka að segja að það nú ekki farið vel þessari öld. Nei. Það verðist alltaf bál og brámd og maður heyri það nú mest hvernig ráðherrar eru farin að tala í dag. Þetta finnst mér ekki til fyrirmyndar. Sérstaklega í utanríkismálum. Það er nú þannig til að við eigum eitthvað sem heitir sendiráðin á Íslandi frá öðrum þjóðum. Og ef við byrjum að gera brjósti, þá eigum við að ræða þar á lokuðum fundum við þá. Við eigum ekki að vera að berja okkur brjósti hérna og hlunnast einhverju öðrum öflum í heiminum. Hvað er það meinið með þessu? Já, alveg bara hvernig þetta ráðherrarnir tala. Þetta er ekki eins og stjórnmálumenn eiga að ræða saman. Maður þarf að vera dipló og passa sig og þetta er staðan í dag. Það er ekki víst að hún verið svoleiðis eftir 10 ár. Mennir að það séu svona full herská svona í þessum veröld sem er meira markuð af stríðum. Það virðist að vera ætlun að hafa alltaf aðskilnað í heiminum en ekki verið sameinast. Það er bara virðist að vera svolítið stefna hjá mörgum. Og ég er svolítið hrædd að Vesturlöndin sem fara að lúta niður í þessu. Það er að þjóður í heiminu sem eru verða sterk og geta núna loksins staði í lappina sínar og sagt nei.
og við erum að sjá meira af þessu. En varðandi hérna þingið og forsetann, að þú talar að forsetinn hann náttúrulega þjóðkjörinn og hann hefur umboð sinna þjóðar, en þingið hefur það líka. Ég meina, það sama fólki sem að kaus þetta þing, sem að þú stillir svolítið upp eins og anstæðing, en á bakvið bæði forsetann og þingið er almenningur, kjósendur. Það náttúrulega tilgangin líka með þessu, að það sé engin allræði með þessu. Ég meina, framkvæmdarvaldið vinnur innan þeirra laga sem þingið setur og í fyrstu setningu stjórnarskrárinnar sem ég finnst nú mjög oft verið að snúa út úr þá náttúrulega stendur hann að Íslandi lýðveldið með þingbundinni stjórn. Það þýðir ekki að þingi stjórn í landinu. Nei, en það verður að samþykkja stjórnina. Já, sko, það verður náttúrulega að vera þannig að sko, ef þú ætlar að hafa stjórn á ríki, hvernig ríki stjórnað, að það er náttúrulega með lögum og reglum og það sér þingið og til þess að lög og reglur verði sanngjarnt fyrir allara sem kjósendur, fólk í ríkinu, þá náttúrulega er það langt best að allir þingmenn geta haft einhver áhrif. Men eins og er í dag, þá hafa bara stór hluta þingmennum engin áhrif á þingi. Atkvæði þeirra muna aldrei breyta neinu. Ertu að tala að forsetinn, að þú, muni bara mynda ríkisstjórn, geti verið utan þingstjórn? Já, ég vil endilega verið utan ríkisstjórn og ég myndi... Þannig að þingi verði bara löggjafarsamkoma og veiti framkvæmdarvaldinu aðhald? Þannig er þetta hugsað. Þetta sé aðskilnur. Það er að vera aðskilnar á milli þessar valda. Þannig að það er ekki annan að lesa því út í því og maður hugsa til hvers fengu við stjórnarskrá. Það er til að fá lýðræði. En af hverju lásum við þetta svona rosalega að við höfum haft annað system allan tíman? Það er engin mislýs þetta er kallað stjórnarhefð þessum hvernig við myndar ríkisstjórn 1, 2 og 3 og það getur meirist að fundið á Alþingi sjálfur þeir eru núna með nokkrar skýrslur það sem nefna stjórnarhefð en þeir ráðherrar alltaf starfandi með völd forsetans og forsetar fram að þessu hafa gefið sem að þú ferð úr Bessastað og fær leiði forsetans að mynda ríkisstjórn akkur eftir það sé þetta er valdsvið forsetans ríkisstjórn starfar á valdsvið forsetans Áttu þá við að forsetar kannski frá Sveini og Ásgeiri hafi gefið völd sín til þingsins? Þeir hafa veitt umboð til að fara með völd sín. Það er bara liggur þannig fyrir, það er ekkert eitthvað mér finnst eða öðrum, það er lagalega atrið og það er samkvæmt stjórnarskránni. Hann hefur leyft þeirri heimild. Og þú ert sannfærður það að ef að forsetinn myndi verða höfuð framkvæmdarvaldsins og bara skipa sína ríkisstjórn, að þá væru bara mál á Íslandi í betra horfi. Líðurinn það náttúrulega skilja, akkur eru við að kjósa okkur forseta? Við erum að kjósa eitthvað sem á að halda utan ríkisstjórnina. Það er það sem við erum að kjósa okkur. Annað er bara misskilningu, við erum ekki að kjósa okkur móttökustjóra, með eitthvað sem lítur sætur og fallir út, eitthvað sem getur passað upp á að það ríkið lýðræði og frelsi hérna á landi. Og þetta þarf náttúrulega að vera einstakling sem hefur góða dómgrind og hæfni og getur unnið með öðru fólki. En forsetinn er ekki einvaldaður. Þetta er tryggt með stjórnarskráni að ef að forsetinn þessir að voða þá getur þingið náttúrulega myndað 3/4 meirihluta og kallað til kosninga og ef að þingið hefur rangt fyrir sér þá náttúrulega fellur þingið og það koma þingkosningar þannig að það er svo margir sem kallað þetta öryggisventla ég kallað þetta svona ríkir í lýðræðið og forsetinn hefur það vald að passa upp á ef að lögin er ekki að standa stjórnarskrá eða fólk í landinu er mjög nýtla við þau lög sem að þingið er að setja hann hefur á höfnunarvaldi og setur þetta þá í fangi þjóðarinnar velja að það er þjóðin sem valdi forsetann, það er þjóðin sem valdi þingið og þá ef að það myndast ágreiningur milli þeirra tvekja þá er að þjóðarinnar að taka aðstöði og þannig á þetta að vera. Sumir óttast svona, kallir þetta stjórnmálaran óróleika, en þú óttast ekki. Þú heldur þetta getur verið bara hressandi fyrir íslenska lýðveldið? Nú varst að tala útlöndin. Það eru fullt af lýðræðisríkjum í heiminum sem eru með þetta fyrirkomulag. Þeir kjósa sig forseta, hann raðar í framkvæmdarvaldið. Já, við erum með þannig í Frakklandi og við erum með þannig í Bandaríkjunum. Og þá verður bara fólk að meta hvort að það er betra, hvort að líki betra lýðræði hjá þeim og minni spilling. Þannig að þitt framboð er raunverulega sett fram til þess að bjóða almenningi upp á að fara þessa leið. Ég vil stoppa þessa spillingu og valda misnótkun sem hefur verið í landinu. Þetta er komið gott og við erum svo lítilega, við megum ekki við þessu. Hvernig birtist það spilling og valda misnótkun? Það má eins og ég var að tala um áðan að það kom alltaf fylgiflokkar með, þú myndað meirihluta ríkisstjórn. Við þekkjum alveg hvað flokkar hafa alltaf verið ríkisstjórn. Og þegar þú Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur? Já, og þegar þú ert í þessari stöðu sem flokkur og sér það að þú getur bara alltaf verið í stjórn
þá myndar svolítið sérstæði hugsunarhætti og auðvitað flokkar ekkert annað en í grunninum sérhagsmannahópar og það þarf ekkert að vera endilega þetta fólk þegar kemur ríkisstjórn sé að vinna eins og fólki sem kýstaði vill, en það bara ákveðið í boði og fólk velur eftir því, þannig ég ekkert að sakast við þá sem kjósa flokkana í þessu, þetta bara ekkert rosalega mikið úrval þanniglega, einhvers staðar verður að setja atkvæðið. En einhver geti andmælt og sagt að ég meina ef það þannig að flokkar sem að byrja með góðum ásetningi og spillast á því að sitja svona lengi við völdin og orðin kannski bara eitthvað allt annað eða voru í upphafi, að þá munu kjósendur bara hafna þessu flokkum. Það væri hinn eðlilega leið, en þú ert eiginlega að segja til að stundu þurfum við bara eins og hrista kassan aðeins til þess að fá svona... Sko ég vildi náttúrulega númer 1 og 3 sjá bara einstaklingsskjörun og þing. Og þú veist, það ekki stjórnarskrá. Tæknilega séð það nú samkvæmt stjórnarskrá, það er sagt að við kjósum okkur 63 þingmenn, ekki 63 þingflokka. En þingflokkar ekki og stjórnmálaflokkar ekki stjórnarskránni. Nei, jú, það kemur nú vísa niðar þegar það tala hvernig flokkarnir atkvæði skuli dreifast og jafnast á milli stjórnmálaflokka og öfla. Það er þarna í köflunum við mann rétt 7. köfli það sem talað mest kosninga og slíkt. Þannig að það er þar, en auðvitað á stjórnarskrána tryggja það að það geti fólk komið fram óháð og eins og það í dag þá náttúrulega þarf fólk að mynda nýjan flokk til að vera óháður því þú getur stofnað flokk sem... Þú getur ekki bóðið fram eitt og þetta fylla upp í... En ég eins og með uppástungu með því að geta bóðið sér fram einn og í núverandi kostninga. Þetta snýst náttúrulega kostningalögin. Stjórnarskráin gerir náttúrulega ályktanir það að þetta ráðstafa þetta í lögum. Ákvaða betur í lögunum hvernig við ætlum að hafa þetta og inn í því kemur náttúrulega það að það er ákveðið, við þurfum að mynda okkur lista og það þarf að allir hver flokkur þarf að fylla listan og þar verður svolítið vont ef það kemur ykkur og ætlar að vera einn nafn á baku einu flokki. En það er ekki svipað meðmælinn sem þú veist að segja á þann eða þú vilt bjóða þig fram, ekki bara fínt og þurfur að safna allavega 15 í viðbót? Það á að vera skylda og það á að helst að vera pappir og þú fer að hitti fólki í einn persónu. En auðvitað getur að haldið svona fjöldasamkomur þar sem fólk getur komið og hitti og þú getur skrifað undir. Ég er ekki að taka fyrir því, alls ekki, en þú þarft að leggja smá vinnu í þetta. Þú talar eins og að stjórnmálaflokkarnir séu að einhverju leyti að fara ekki með almannahag, séu ekki góð tæki til þess, séu stundum að heila andstæðingur almennings. Ég vil nú alls ekki vera að segja að allir stjórnmálaflokkarnir svoleiðis og ekki að fara að taka frekar þessi flokkar sem hafa verið alltaf ríkjandi ríkisstjórn. Þetta fer oft fólk með góðum hug í þessu, en það vill nú til að það er alltaf auðveldast að stjórna fólki í flokkum. Það eru náttúrulega bakhjarlar á baku flokkunum og þeir hafa náttúrulega sín áhrif, alveg eins og með þessi frambjóðendur sem að fá 20 milljónir í kosningabarátuna fyrir forstaframbóðið. Það eru bakhjarlar, fólk skuldar sig greiða og þetta er lítið land og maður hefur heyrt nóg af svona tilvikum það sem að greiðinni greiddi tilbaka. Það sem myndi kallast misnotkun á valdi eða spilling. Þannig að það er við einstakliskjör líka. Ég er bara velta fyrir mig hvort að þú lítir á sem að stjórnmálaflokkarnir séu vandamálið eða þau öfl sem að stýra stjórnmálaflokkunum? Ég var alltaf á því að það ætti bara að vera einstakliskjör. En það er ekki náttúrulega beint lýðræðislegt að hafa svoleiðis. Það þarf að vera þannig að þú getur bóðið fram sem einstaklingur og einnig eða þú vilt tilheyra einhverju flokki. En að sjálfsög það alltaf þannig að það eru þingmenn sem eru kosnir og það lýsir sér best í því þegar einhver segir sig úr stjórnmálaflokki á þingi þá gerast hann óháður þingmaður. Það er út af því að það er einstaklingur sem er kosin en ekki flokkur. Og það er það sem fólk á erfitt með að skilja. Mér fannst þetta sjálfum fáránlegt. Þeir eru bara bundnir eigin samvisku. Þeir eru raunverulega ekki bundnir vilja flokksins. Og það verður oft reiði í þjóðinu og þeir verður bara hvernig stendur á þessu að þessi einstaklingur getur bara sagt sér úr flokknum og starfað bara sem óháður. Við það hafa flokkur sem er kosin en ekki hann. En það er bara ekki þannig í þessar lögum. Það er þingmenn eru kosnir, ekki flokkar. En þú mátt alveg segja, ég tilheyri þessari hreyfingu og þessi stjórnmálaefni. Það er bara lýðræðislegt og fólk á helst að vita það hvar þú tilheyrir þegar það er að kjósa þig. Þannig við þurfum bara að stokka upp í þessu og finna hvernig við ætlum að gera. Það er nú víða það sem að í framboði til forseta að þar er fólk merkt til stjórnmálaflokkum, þannig er það í Frakklandi og þannig er það í Finnlandi og hvort sem að forsetin hefur mikil völd eða lítil völd, að þá er mjög algengt að þeir séu fulltrúar stjórnmálaflokkar. En ég var að spyrja hvort þú lítir á að stjórnmálaflokkarnir séu vandamál eða öfl sem að stýra stjórnmálaflokkunum, því að þú ert líklega að tala út frá því að út úr þinginu, út úr ríkisstjórn kemur eitthvað sem er ekki almanna vilji.
Það eitthvað að hjá okkur. Það kemur sko... Ef við tökum bara flokkana sem til staða núna. Núna eru 3 flokkar sem í ríkisstjórn. Já. Og þar með með 58 þingmenn á bakvið sig. Eða 38 fyrir ekki. Og það segir sér sjálft að þessi flokkar ekki alltaf að vinna að því þessum að allir kjósendur, að 58% þjóðarinnar sé sammála, ekki 58. Það er engin með meirihluta, þá verður stjórnmálinn að vera einhver svona samkomulag. Og þannig að flokkarnir náttúrulega oft gera hluti sem að kjósendur vilja ekki. Og eins og ég var að segja hana, límið í ríkisstjórnum er alltaf völdin. Og menn vil ekki vilja missa völdin og þannig að eins og mér finnst þetta hefur verið núna að vegna þess að forsetinn ekki að veita aðhaldi eins og hann ætti að gera. Ég ætla ekki að sakast í Guðna, hann bara ákveður hvernig virða þessa stjórnahefð og það er hans afstaða. Ég menn hann hefur ekki lengt í og stjórnahættina hans hafi ekki lengt í heldur. Hann ætla bara að hafa þessa stjórnahefð og lefa flokkanum ráða þessu. Og þá eru komið 3 flokka sem að vilja allir setja í stjórn. Og límið að halda völdin og þeir virðast bara hver sig, hver ráðherra geta farið sína leið út af því að hinn hrættir að missa völdin og slíti ekki ríkisstjórnin sundur. Þannig að það virðist verið komið svo staða út að það ekkert aðhald með þeim á flokknum að þeir bara geta hagað sig hvernig sem vilja. Þetta er ekki gott fyrir lýðræðið. Þarna vantar að þjóðin sé með einstakling sem heitir forseti sem er tilbúin að setja stað og segja herru, þetta er ekki að ganga upp. Þú verður aðeins að passa það hérna. En áttu þá við að við verðum að kjósa forseta, að við verðum að kjósa einstakling eða værum við að kjósa einstakling með tiltekna stefnu sem að segir okkur sirka bát hvernig hann ætlar að stýra landinu næstu 4 árin og þá kjósum við það og þá ekkert svona, að því að þú vilt hafa 2 umferðir, að þá ekkert svona kompromí á eftir, það ekkert málamiðlun á eftir, heldur fáum við bara þessa stefnu og ef okkur líkar hún ekki, að þá bara fellum við hann í næstu kosningum. Það er bara þannig á að eiga kosningar að ganga. En eins og staðinu núna, af því það er alltaf myndað stjórnarmeirihluti, þá verða ekki svoleiðis. Það er ástæðan fyrir að myndast alltaf þessi stjórnarmeirihluti, það er flokkanir sem hafa þá 21–30%, stundum náðu að vera 2, það er nú algengust held ég hefur verið alltaf 2 flokkar og núna hefur bara verið lækka fylgi við þessum flokkum og þetta hefur verið dreifast á fleiri flokkum og þar með hefur komið 3 stjórnarflokk. Að þú þykjast flokkastjórn. Bjarni Benediktsson er enda með hugmyndur það að fækka þingmönnum og fjölga kjördæmum til þess að það verði færri flokkar á þingi svo að hann geti eitthvað tíma kannski mynda að 2 flokkastjórn. Ég vil nú meina að hann sé nú eina af þessum fáum þingmönnum sem er alltaf samkomin sjálfur sér. En þjóðum ekki ánægð með hann? Ég er ekkert að segja að þetta er ánægð með hann. Ég er nú ekki sammála frekar öðru en hann stendur fyrir sínu. Þú veist hvað þú ert að fá þig og kýsa. Hann er með þessar tillögur til þess að að verði meiri líkur á 2 flokkastjórn, að verði ekki 3 flokka og 4 flokkastjórnir, er að breyta kjördæmakerfinu til þess að þeir flokkar sem að hafa mest fylgi fái raunverulega umfram þingmenn á kostnaðina. En það er nú bara þannig að ef við erum með þetta svona, þá eru þingmennir uppteknir að framkvæmdavaldinu í staðan fyrir að vera uppteknir því að vera þingmenn og sinna því sem hlutverki sem að þingi var ætlað. Og veita löggjöfinni og veita framkvæmdavaldinu aðhald. Ef við fáum framkvæmdavald, nú segjum við förum að hafa utanþingstjórn annars stjórn, þá fer það náttúrulega þannig að ef að þessi stjórn er ekki að ganga vel hjá þeim og fær ekki þingi með sér, þá koma það náttúrulega eldri breytingum gegnum þingi. Þannig að það er lýðræðið í því, það er alltaf ákveðin þrýstingur fram og tilbaka að þú silt að passa og vinna fyrir lýðræðið. Við þekkjum þetta bæði frá Frakklandi og Bandaríkjunum, þótt að forsetarnir séu valdamiklir að þá þurfum við að koma lögum sínum og breytingum á samfélaginu gegnum þingið. Það gengur ekki alltaf. Við erum sem betur verið ekki eins og Bandaríkjun, svona nánast bara með 2 flokka. Það er náttúrulega baneitrað. Það endar náttúrulega mjög líklega í því þegar þú ert með seinni umferðina að þá verður svona meiri líkur á því að samkomulagið sem að þú ert svolítið að finna að sé fyrir kostingar en ekki eftir kostingar. Þannig að það verði svona einhverja blokkir sem að eru að glíma völdin. En það verður alltaf blokkir. Það skiptir engum máli hvernig stjórnarhæð þú ert. Það er eiginlega galli meira þess að innræðis þeirra þurfa að myndast blokkir og bak við þeim. Já, en vandinn svolítið þegar það er að tala um að maður veit ekki hvað maður fær þegar maður kýs á Íslandi er að blokkirnar haldi ekki, þannig að eitthvað sem ég held að veri vinstri flokkur, hann myndar hægri stjórn og alls konar. Þetta er bara vandamáli við þetta. Það var ekki svona. Við hefum bara kjósa okkur einstakling sem séum að raða í þetta og treysta honum fyrir því. Ég er að reyna að skilja aftur til 1. ágúst. Þá kallaru á flokkana
ræði við þá og reynir að sannfæra þá að þú ætlir að mynda ríkisstjórn og þeir eigi að bara fara niður á þing og sinna þingstörfum en þú ætlir að mynda ríkisstjórn. Það svona hægt að einfalda á þeim orðum en mér finnst þeir svona ekki alveg og forsetinn ánáttúrulega að vera dipló, stjórnmálmál í sér. Og þú ætlar að fara með mikla breytingar og þú ræðir eitthvað við þingið. Og það verður náttúrulega ákveðinir sem leggja stein fyrir vegi á manni í slíkri. Já, þeir segja bara gleymdu því sko, við munum ekki setja okkur við þetta, segja þeir og hvað gerist þá? Það er náttúrulega kjósendur sem hafa valið það. Það er ekki þeirra að ráða. Þannig að þú bara myndar ríkisstjórn? Þá bara, það sem ég myndi gera, það er náttúrulega nummer 1 og 3 er að biðja þingið að koma með tillögur, áráðurum. Og þeir koma með tillögu, það er hérna ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Ég þarf að lesa ekki, ég er að tala um að utan þings. Þeir koma með tillögur af fólki sem þau getur séð fyrir sig utan þingsfólk. Þú ætlar að segja við þá, ég ætla að skipa nýja ríkisstjórn og það verður engin þingmaður í henni. Nema að segja af sig þingmennsku. Ef ég er kosin, þá veit fólk hvað stefna ég hef og þá náttúrulega segir sér sjálft að ég verður að standa við það við fólkið, við með mína kjósendur. Þannig það er ekki nokkuð spurning, en síðan þarf náttúrulega að vera gott ekki bara að fá tillögur frá þinginu, það er að fá tillögur frá ýmsum öðrum aðrar utan stjórnmálaflokksins. Það er fullt af hæfi og flottu fólki að núti. Þetta heitir bara að maður sé að raða í ríkisstjórn af fagmennsku. Og ef það gengur þá ættu að ríkja betur lýðræði. Það sem er enginn með einhver ákveðin stefnumálin í framkvæmdavaldinu. Stefnumálin eiga að sitja á þingi og þar getur sérhagsmunir og hópar að ræða sig saman að ná ákveðin málefni fram. En í framkvæmdavaldi þá átt það náttúrulega bara að vinna út úr þeim lögum sem þingi situr. Ein leið væri svo að þingi segði, heyrðu, við látum ekki þennan valdaræningja breyta hér öllum hefðum og við viljum bara burtu með hennar fórsta. Þá skilja þeir ekki muna hvað stjórnarskráin veitir, hvað völd hún veitir. Þú sagðir að þá gerist það að þeir sitja fórstana af og þá verður þjóðaratkvæðagreiðsla eða kosning. Og hvað gerist ef þeir hafa rangt fyrir sig og fara með ofsa? Þá verður þingkosningar. Já, þannig að þetta getur gengið í hringstundum, en það er til að tryggja að vilji þjóðarinn sér fyrir hendi, bæði á þingi og í framkvæmdavaldinu. En einhver geti sagt, ef við kjósum hann Eirík, að þá fer allt hér upp í bál og brand, þú verður bara stjórnarkreppa. Eiríkur verður aldrei sem forseti sem einhver einræðis á það. Nei. Ég er góð að hlusta á fólki. Ég er ekki að tala það núna. Nú er ég að tala bara um að það verði upplausn. Það er bara kerfi sem við höfum haft hingað í 80 ár. Já. Allt í einu er bara búið að henda því upp í loftið og engin veit neitt. Þá treystum við voðalega lítið uppbygginga. Við erum alltaf með rosalega flott fólki í ráðuneytunum. Og þetta hreinur nú ekki á einum forseta, Þannig að það er það sem að þú segir. Þú óttast ekki þótt að koma ykkur óróleiki. Ég gerir mig grein fyrir að þeir sem vilja halda völdum munur reyna að gera mann kannski erfitt fyrir í byrjun en þeir eru bara að skilja það að ég er ekki þarna til að vinna gegn þeim ég er heldur bara þarna til að vinna að þetta verið þjóð allara landsmanna en ekki bara þeirra þetta sem snýst En þú gætir hins að verið kosin forseti með kannski 27% atkvæðum og það er ekki það er mjög sterkar líkur að það verði forseti kosin á 21% núna Já, við möttum að sjá það, Stundum gerist það þegar að vera að líða að verður svona tilfinningum að kappurinn séu kannski að milli tveggja og þá verður Enda heitir þetta líkur. Já, það er enginn að fullira neitt. Nei. En við verðum bara átt okkur á því að þetta er ekki frambjóðendunum að kenna. Nei. Að kerfið sé svona. Nei. Við gætum verið með 20 manns í frambjóðinu núna. Og þá vorum við að tala um að það gæti kannski verið fórsetið með 12%. Það er fræðilega mæli. Það er alveg líkur að þetta gerist. En þess vegna þurfum við náttúrulega að standa því að fá fórseta og þing sem er tilbúið að breyta stjórnarskránni til þess að koma í veg fyrir að svona myndist. Já, en ég er að spyrja eiginlega út frá þessu. Segjum bara 25%, þú ert kosin. Já. 75% kursuð ekki. Hefur umboð til þess að gera svona afgerandi breytingar á stjórnarhefðinni? Þetta er náttúrulega alltaf það sem er alltaf að tala. Já, hefur umboð til þess. Ég er að spyrja því. Stjórnarskráin segir það, sá sem er með meirihluta. Já. Er valinn fórsetið þjóðarinnar, ekki 28% á hann, þjóðarinnar og fórsetin á alltaf að hlusta á alla þjóðuna eins og ég sagði á hann að ég mun vera fórsetið allara eins og fórseta segja, ekki í Bandaríkjunum á Fraklandi ég er fórsetið þeirra sem kussu mig en ekki síður fórsetið þeirra sem kussu mig ekki Fólk verður bara að skilja að ég er ekki með einhver ákveðnu baráttustefnu ég vil bara að það sé auki lýðræði ég vil fá aðskilnað milli löggjafarvalds og framkvæmdarvaldsins
og ég hlusta á vilja þjóðarinnar. En þú vilt breyta kerfinu að því það er eitthvað sem við erum ekki að gera rétt. Og hvað væri það helst í íslensku samfélagi sem þarf að laga? Það er náttúrulega að laga að sé ákveðin sérhagsmunum sem geta að fara og misnota kerfið. Við þurfum náttúrulega að fá betur að hreinta, það liggur alveg fyrir að flestir í þjóðinu vilja ekki selja eigur ríkisins. Mér persónulega finnst að er ekkert að því að ríkið er fyrirtæki. Ég meina, hvað er ríkið? Og þetta er svona, mér finnst að flestir, ég reyna að gera alla sem ég hitti og átt að segja hvað er ríkið? Ríkið er hlutafélag allra landsmanna. Og það er ekkert að því að hlutafélag allra landsmanna geta átt einhver eigur á meðan að þau komi ekki í veg fyrir einstaklingsframtaki. Ef við tökum nú orkumálin, nú er þau mjög heiti á sumum. Nú er sumum sem vilja að það sé bara ríkið sem rekur orkumálin. Mér finnst það nú ekki mjög sanngjarnt. Ef ég hef efnið á og tökum á því að koma mér upp virkjun og selja það á heilsölu verði inn á netið, þá náttúrulega það ekki ríkisins að koma í veg fyrir það. Það er ekki gott. Við erum suma hluti sem hafa gengið vel að einkavæða og aðra ekki. Ég er ekki að tala um einkavæðingu hérna. Ég er að tala um við höldum í þær eigur sem við byggðum upp með skattfé landsins. Þannig að hlutafé þetta var byggt upp með skattfé landsmanna og nú hlutafé okkar er núna í þessari og til að tryggja þess að við eigum orku og helst að hún sé eins ódýr og hægt er. Og það er það sem að ríkisstjórn þarf alltaf að passa upp á og þingið að þegar að það vera að mynda einkavæðingu og slíkt að það sé ekki gert til að hækka verðið. Ef við tekum bara eins og farsíma og netþjónustu, ég hef ekki fengið hærri reikninga frá því að þetta var einkavætt. Ég fæ reikningunum mín í dag eru ódýra heldur en voru þegar ég var að borga símreikninga þegar þetta hétt bara síminn. Ég var samt mikið á móti því að síminn var seldur á sín tíma. En þetta hefur komið sem hagspútt í þjóðarinnar. Það er meiri samkeppni í þessum markaða. Þarna er þetta gangu upp. Eins og þegar kemur orkumálunum þá sé fyrir að við eigum bara okkar orku. Þannig að þetta myndast hvort það sé ríkiseigu og einkaeigu. Það er bara fyrirtæki sem selja þá orku á heilsölverði inn á netið. Síðan eigu við fyrirtæki. Þetta er ekki svona í dag. Ég vil að það sé til fyrirtæki sem sér allt viðhald og dreifingu netsins. Þannig að þetta væri eins og reiknistofa bankana í eigu allra heilsala. Það er ekki Landsnet eitthvað niður þannig? Ekki nóg. Það fer bara að háspenninni og síðan stoppar það. Þegar það kemur að lágspenninni og dreifist inn í hverfin og slíkt þá er það eigu veitana. Ég veit eins og Þú vildir hafa veitt fyrirtæki sem sæju grunninn við hérna. Já, heilsalinn er eiga sameiginlega þetta fyrirtæki og síðan sér þetta fyrirtæki að þjónusta gera. Síðan það kemur af dreifing og sölu. Ég er svona í báðum áttum þar. Ef að heilsali getur, ég ætla ekki að nefna einn fyrirtæki, bara enga fyrirtæki, getur keypt stórt orkupakka á góðu verði frá þessu heilsölum, raforkuframleiðendum og getur þá með lækka verði til einstaklings, þá er það jákvætt. En ef það er að fara að snúa því við að það vera herra, þá getur alveg haft bara eitt fyrirtæki sem sér selja og dreifa allar orku. Eins og sem dæmi að heildsölu fyrirtæki í raforku kaupa orku, sitja á henni til þess að hækka verðið og skammtinni síðan út. Það gerist þannig að íbúar í Kaliforníu verið leiknir aftur og aftur. Þetta hefur komið veg fyrir. Við megum ekki lendi í því að raforkun fara öllu verðið þér. Þannig ég er svona báðum áttum, þetta getur farið vel með sölu og dreifingu. Ég veist að þetta sé þríþrætt. Það er framleiðandi og heilsali og síðan er viðhaldið sem er í eigu allara fyrirtækina og síðan er sölu og dreifing. Og þess sölu og dreifingu þátturum verður náttúrulega verið til þess að tryggja að það verið lágt verð. Það má ekki vera að hækka með þessu. En ég heyri að þú þekkir til þessara mála. Er þetta ekki þannig í dag að raunverulega er það svona vilji stjórnvalda að auka einkarekstur inn í orkugeiranum? Það búið til svona rými, þannig ef að þú virkjar bæjarlækinn hjá þér, að þá ber að taka það inn á kerfið og í reynd er það þannig að ef að þú eigur orkuframleiðslu sína þá dregur Landsvirkjun sig aðeins tilbaka vegna þess að það er verið að búa til svona leiksvæði fyrir einkafjármagnið. Það er bara litið á það sem er mikilvægasta í orkuuppbyggingunni að einkafyrirtæki fái leikvöll. Já, samt er ekki búið að vera að virkja neitt. Við erum stöndum á dampið með orkuna. Það var svona kannski pínulitlar, sko. Ég menn nú voru að horfa svolítið hvernig er búið að fara við orkumálunum síðast. Landsvirkjun stjórnar orkudreifingunni með líkani og áætlar þar hvað skerðingar munu taka gildi og það er ákveðin fyrirtæki sem kaupa og gera samninga með orkuskerðingu.
Þrátt fyrir það, þá erum við stödd við því að það er kannski nóg í lónunum. Lónið er batterið. Það er reyndar ekki núna, það er lítið í lónunum. Já, en það breytist við 2 árum segjum bara með góðri tíð. Þú veist, en þetta er líkan, þetta er áætlun. En það er samt alveg nóg vatn í lónunum til þess að passa upp á heimilinu og annað með. Við veitum ekkert hvað veðurtíðin náttúrulega ber og maður skilur alveg að það er verið að reyna að passa upp öryggi. En það sem er fyllin í þessu er að það er verið að ræsa upp vararafstöðar á Vestfjörðunum og aðalað og þetta verð, þú veist, kostnaði, þú veist, vararafstöðuna verða fyrir sliti. Þetta er vara, þetta er ekki verið að nota til orku framleiðslur. Þetta er ef að línuna slitna og það er ekki hringtenging á Vestfjörðunum. Það snýst þessi velar og þetta er dýrar velar. Þannig að við erum að slíta þessa velar meira. Það er eigða alveg vel þessa velar þegar það er í gangi. Þannig að það er mikið olíu, sem segir sem fer þarna. Við erum að skerða stóru fyrirtæki með skerðingarsamninga. En þrátt fyrir það, þá erum við að framleiða orkuna á þennan máta og þetta verð fer beint yfir í smásöluna fyrir rest. Við vitum alveg þó að kom ekki strax, þá kannski kemur árið eftir og þetta lekur yfir í hækkun verða. Og ef það er skerðingutími, þá er það náttúrulega þeir sem eru á skerðingarsamningum að framleiða sín einu orku sem við þurfa þá að því raun og veru er bara að vera að minnka raunilega þess að þarf að skerða að því út að framleiða með olíu. Þetta er náttúrulega ekki í lagi. Og við þurfum að laga náttúrulega hringtengingun okkar, hún ber ekki hæstu háspennuna. Við minni þessi 220.000 volt línu. Kárahnjúkar hafa ofta verið með nægilega lónstöð, en það hefur ekki hægt að dreifa hérna suður. Þannig að það er ýmislegt að það er að lagi þessu og ef þetta er einkarekið línukerfin, við þekkjum þetta erlends frá, saltstormurinn í Bandaríkjunum, út að það var ekki viðhald. Viðhaldi skiptir öllu máli og það er ríkisins að tryggja þessi orka til allra og þá er þetta að gera það að taka úr höndum framleiðandana að vera að reka sitt eigið dreifikerfi, að það sé bara að færi þessar eina fyrirtæki og við sem er topp viðhald. Það sé ekki freistni vandi hjá fyrirtækjunum að draga úr viðhaldi til þess að auka tímabundið hagnað. Það er nú ákveðið fyrirtæki hérna Suður og Sjó sem hefur lent í því að vera í þeirri freistni skilsmið á innanbúa mannum sem kannast við og eitthvað af því hefur verið opinberað. Orkumálin, eitthvað, gefur mér svona annan dæmi það, hvað er að í íslensku samfélagi svo að við getum glöggað okkur á Eiríki? Ég er nú mikil áhuga alltaf að pæla í hvað veldur. Ég er gaman að kænsku og sjá hvernig fólk bregst við og svona spá fyrir og getur ágætlega séður í þessum málum. Og eitt af því þetta eru fjármálin. Maður er að skilja það. Hvernig við erum með háa vexti eins og núna, það er mikil verðbólga og slíkt. Og þá er til eitthvað sem er að draga niður heimil sem kalla stýrisvextir, meginvextir og fagmáli. Og þá hugsaðum maður skallega, hver er tilgangur með þessu vöxtum? Jú, það er til að minnka samkvæmt, það sem ég las fyrir löngu síðan, samkvæmt Seðlabanka, það var til að minnka lausafjármagn skuldara í raun og veru, ekki eigna fólk, skuldara. En nú las ég nýlega að það var búið að breyta þessu, allavega með minni, fólk ekki taka mig alveg inn á bókstafnum mér, en í dag þá stendur hjá Seðlabankanum. Þetta er til að draga úr nýjum lánum. Þá fer maður svona að hugsa, ef þetta er til að draga úr nýjum lánum, akkur er þá þessi hærri vextir ekki bara á nýjum lánum en ekki eldri lánum. En allavega, út úr þessu pælingum og hvernig er þetta bæta þetta kerfi, þá hef ég komið með það sem ég kalla höfuðstóla álag. Og ég flett svolítið í lögunum og reynt að finna hvar meginvextir koma við í lögunum. Og ég er ekki að sjá mikill fyrirstöðu að gera þessa breytingu sem ég er að minnast á. Og með því að hafa höfuðstóla álag, þá kemur það sem eins verkværi fyrir Seðlabankur að hafa ákveðið verðbólgustjórnarverkværi, hvort að það sé að minnka lausa fjármagnsfólks eða minnka tökum nýra lána. Það er bara Seðlabankurs að gefa út hver megin stefna þess er. En allavega, þegar munurinn væri, þetta er nákvæmlega fyrir Seðlabanka, þetta viðbótar álag, svo þú borga með hækkun vaxta, það færi mánaðamótin, eða þegar þú greiðir, hvort það sé mánaðamóti að tekja hvernig greiðslu fyrirkomulags út með, gengi þá beintinn og höfustól lossins. Þar með ertu bara að lækka, þetta er þinn peningur, þú ert að borga aukalega og ert lögbundin við að borga aukalega, hann fyrir þá beintinn og höfustólun á lánuðinu, þar með lækka skuldir heimilina í heild á allur landinu, það lækkar verðbólgu. Síðan kemur að því, það sem er stærsta atriði í raun og veru í þessu, er það að þarna hætta lánveitundur
að hafa það verkværi í höndum að þeir geta fengið að stjórna að lána útstreymi sínu óspart og mynda verðbólgur. Ég meina, hvað vitir í því að vera með kerfi, lánakerfi uppbyggt eins og við erum með að sá sem að getur lána óheft og orðið til þess að verði myndist verðbólga fær svo að græða á henni í lokin. Þannig ég mun segja að þegar við erum búin að taka þetta verkværi á þeirra höndum, þá fáum við betri stjórnun á hvernig við lánum út peninga og þar með ætti að myndast meiri stöðuleiki. Ég meina það á alltaf að vera markmiðin að reyna að þróa kerfið þannig að við fáum meiri stöðuleika. Og ég sé ekki annað en það komið og ekki verra sem svona bónusin í þessu að ríki spara sér pening af því að það minni útstreymi í vaxtabótum. Þannig að það ekki verið að ríki spara sér líka pening, þannig að það er alltaf að hugsa hvernig getur við útbúið kerfið þannig að þessi minnst fjárútláti á ríkinu og að heimilin hafa það betra. Mér finnst þetta kerfi ekki í lagi að enga fyrirtæki, banki út í bæ, hvort þessi ríkiseigu annað getur grætt á verðbólgum og stjórna þessu sjálfur að valda þeim. Þetta mikil breyting að hann þá svona hugmyndum eitthvað sem þá svona eðlilegi vextir og svo kemur verðbólga og Seðlabankinn hækkar vextina og þá hækkar vaxtabyrði þín og þú borgar meira en það sem kemur ofan á svona eitthvað sem ætti þyrfti að skilgreina sem venjulega vexti að það kemur til lækkunar á höfuðstólnum þínum en fær ekki inn sem hagnaður í bankana. Já, þarna minkar lausafjármagnið sem þú hefur líka sem náttúrulega áætlun hjá Seðlabanka. Þú eyðir meiri peningum í því að borga niður lánið þitt? Nema í staðin fyrir að finnast að það sé verið að stela peningina manni mánaðamótin. Það lækkar lánið þitt hjá bankanum, þannig að bankinu þá líklega aukið svigrúm til útlána en það ekkert að setja þá bara meiri bindiskyldu á hann líklega eða hvað? Bankinn náttúrulega fyrir að reka sitt umhverfi öruggara því að hann hefur náttúrulega ekki jafn mikið arðað þessu lengur. Hann ekkert að fá jafn mikið út fyrir stýrivöxtum. Það heitir bara sögun og hann bara að fá sína vexti sem hann semur við í upphafi. Hefur þú heyrt þessa hugmynd lagða fram af einhverjum öðrum? Hvergi. Nei. En ég ekkert að segja sé ekki. Ég ekki að hlusta á alla. En ég búin að vera að pæla í þessu mjög djúpt í 2 ár og ég bara get ekki fundið neitt í lagaskrá lögum sem að gera þetta erfitt fyrir að breyta þessu. Og þá skil ég ekki að hverju færi þetta ekki eitthvað góður undirtekt. Ég meina þarna græði allir. Svo þetta leggja náttúrulega tillöguna fram til þess að fá undirtektir. Ég hef nú reynt að birta þetta í fjölmiðlum og slíkt og annarkot er bara mætt með þögn. Annarkot er fólk ekki að skilja þetta. Eða auðvitað náttúrulega er ekki eðlilegt að blöðin og slíkt sem að fá pening og kannski eru með hluthafa sem að eiga hinni þessu. En það breytir ekki máli. Ef þú ert efnamaður, þú átt alltaf fólk sem skuldar. Hvort það sé börnin, barnabörnin, frændiðin eða frængur og það. Þannig að akkur ekki leyfi við þessu ekki að verða og þannig að allir hafi það betri í landinu. Já. Þið finnst vera of mikið lagt á þá sem að eiga lítið og skulda? Það er alltaf mikið lagt á skuldur. Já. Það er alltaf erfitt að eiga lítið. Og við sem komin út er eitthvað tjófabalk í því? Ég veit alveg hvernig það er að maður finnur 500 kall og það breytir muninu að maður hafi eitthvað aðeins meira. Ég hef alveg kynst þessu í lífinu sko. Maður veit alveg hvernig það er að hringja í eitthvað sem maður þekki og fá lánaða pening til þess að hafa það út mánuðinn. Þannig ég hef alveg búin að vera báðum einu á borðinu í þessu. Já, en það fá að spyrja það aðeins svona hvað þú kemur, en að því eru að nefna svona atriði sem að þyrfti að laga í samfélaginu að því að þú leggur áherslu á það er einhvern veginn stjórnkerfið er þannig að það er ekki alveg að virka fyrir okkur og þú nefnir orkumálin og þú nefnir fjármálin eða hvernig sko barátta við verðbólguna raunverulega grefur undan skuldurum. Má bjóða reitt í viðbót? Það má alltaf bjóða mér. Ég er alltaf tilbúin að hlusta á rök. Nei, ég vil að bjóða þær að nefna annað dæmi svona eitthvað sem er að í samfélaginu okkar sem að mætti laga. Sem að fyrsta ríkisstjórn Eiríks myndi snúa sér að. Ég hef nú nefnt landamærin opinberlega. Já. Nú er ég nú sjálfur uppalinn mikið í Bandaríkjunum sem krakki. Já. Þannig að ég er nú ekkert á móti. Ertu ekki alveg upp á svona herbissum? Herbissum? Já, má heila segja að ég ætla nú að vera hermaður því ég var ungur, sem betur við snýrist með hugar í því. Ég hef nú alltaf haft meira áhuga að vera fjölskyldumaður nokkuð tíma hermaður. En þetta var náttúrulega spennandi umhverju að alast upp í. Ég meina, mamma kynntist Átað upp á velli sem var Marine, langugleiði og við fluttum til Kaliforníu og síðan að flottuðu til Hawaii og ég bjó á herstöðu allan tímánu til ég bjó á Hawaii. Og þetta var bara ævintýri veröld, ég menn þarna var ég frá 7 til 10 ára aldurs, ég fer hann 83 til 86 og það eru endalega sögur á skemmtilegum ævintýrum og svona
Ég hef alltaf hugsað mér, ég kannski ætti bara að gefa út barnabækur sem heitir Rikki Tikki, af því að gælinafnum heitir Rikki innan fjölskylduna, sko, sumra en ekki allra. Og hann hugsaði, herri, það kannski best að þessi bassæ, sko, það hefði nörgulega margir svolítið gaman að þessu. Þarna var maður að kafa í sjónum og syndandi eftir álum og taka það og setja í fiskabúri heimi að sér og maður klifrandi tré, maður var að fara á bönnu svæði og finna sprengjur og annað og koma heim með fullt af skotum og stjúpappi það náttúrulega rífur þetta af manni og segir mér mikið heika þetta gangandi inn í gasklefa að gasæfingar og frekar að segja ekki klefa og verður vísað svo út á hermánunum sem þar inni með tárunum í hugunum þannig að það var mikið læmintýr að vera svona Þú ætlar að tala landamærin Já Hvað viltu gera? Er það vandamál? Landamærin náttúrulega vandamál Við sjáum þetta það þarf enginn að fela það að þetta sé ekki vandamál Það náttúrulega frekar sérstakt að við getum verið búið hérna í Norður í hafi og haft fullkomlega stjórn á öllum innflytjendum sem koma hingað. Ég ekki að segja að við hefum ekki hjálpa fólki. Við erum náttúrulega með samning við EES þar sem eru 450 milljónir manna sem geta komið hingað við vilja. Já, og sá sem skrifa undir svolítið samkomlega ekki með þjóðarhagi hagsmuni, það nokkuð ljóst. Þannig þú ert ekki hlynntur EES-samningnum? Ég skil ekki hver tilgangurinn að vera með eitthvað loftbrúinga bara svo fólk getur, labbað inn á milli landamæra að það sé ekki fyrirstaða. Ég alveg ekki fatt á rökin í því, sko. Ég get alveg skilið þetta ef þú býr í meginlandinu, þess að lönd tengjast hvort annað. Það er ósköp skiljanlegt að þú viljir kannski hafa þetta meira opnara og hafa betri samkeppnisreglur milli aðala. En íslenskt atvinnulíf hefur eiginlega aðlagað sig að þessu að ég meina það er ekki bara ferðaþjónustan sem keyrð áfram að innflytjendum heldur byggingaiðnaðurinn fiskvinnsla fyrir löngu síðan. En það er náttúrulega stórmunur á innflytjanda og ólöglegum innflytjanda. Já, heldur að það er mikið ólöglegum innflytjanda? Við vitum alveg það er talsvert og ég hef náttúrulega komið minni vinnu að stöðum eins og þegar var upp á hálsi þegar voru ekki nema fleiri hundruð kallmenn sitjandi á rúmum hlið við hlið. Og ég skil vel, ég myndi gera þetta sjálfur í örvæntingunni, að reyna að finna mig betra líf. Þó ég rekin út eftir 2 ár, þá er betra að vera enn í 2 ár á kannski 20-faldi kaupi heldur en geti fengið annars þar. Fólk hefur alltaf rétt á þessu samkvæmt alþjóða samningum. Við erum aðilar að flóttamanna sáttmálanum og okkur ber að taka við fólk sem kemur hingað í flótta undan til dæmis eins og Okkur ber að veita aðstoð, okkur ber að hjálpa það sem við getum, okkur ber ekki að taka ótakmarka að móti fólki. Það er svolítið miskilningur og við gerum betur með því að hafa stjórn á hlutunum. Það er rosalega kostnaðarsamt samt að hafa óstjórn á hlutunum eins og núna. Það er mikil vinna hjá lögreglunni og útlendingaeftirlitinu að halda ávita. Síðan þarf kostnaðar við því þegar það er ákveðið að vísa fólki úr landi. Og þetta er ekki manneskjulegt að vera að vísa fólki úr landi sem er kannski búið að vera í langa tíma. Hvað viltu gera? Ég vil náttúrulega bara hafa stjórn á þessu. Fólk getur sótt eða eins og hefur verið áður, þar sem Rauði krossin fóru kannski ákveðin svæði. Við þekkjum alveg þegar Ungverjinir komu hingað og Víetnamennir og fleiri. Þannig við kunnum alveg gera þetta með stjórn. En það á ekki vera þannig að fólk getur bara hoppað upp í flugvélina og komið eða sýnist. Það er bara að geta ganga upp. Og við getum gert meira með minni pening ef við höfum stjórn á þessu og þar með ekki verið að brjóta niður fólk heldur í leiðinni. Það er ekkert fallega gert að vera að vísa þessu fólki. Við erum skuldbundin af því að ef ég fer í flugvél og kem og lendi á Keflavíkurflugvelli og óska þar eftir hæli, þá erum við skuldbundin að taka þá umsókn fyrir. Við erum nú líka með mörg lönd í kring okkur sem hefur þann veginn að þú þarft að vera að koma með vísa til þessu áðurna fyrir bevélina. Við erum mörg farið þessi Bandaríkjanna. Þú ert farið út úr Schengen? Ef Schengen felst í því að hafa bara opin landamæri þá er ekki nokkuð spurning. Þú veist það er eins og í Bretlandi að þau eru ekki í Schengen? Já, þeir hafa hætt þessu. En þeir eru náttúrulega búa líka nær meginlandinu, það eru auðveldra fyrir fólk að sigla þanga og koma sjóleiðina til þeirra. Þannig þetta er töluverðar breytingar, það er EES-samningurinn, þú ert ekki ánægð með hann, ekki Schengen? EES er nú margt alveg jákvætt í þessu slíkt, en það sem ég hef talað opinberlega er það að ég vil fá slíta, fá undan þá í raun og veru, undan öllum ákvæðum sem snúast að beinni samkeppni. Við erum flest, eins og orkufyrirtækinu okkar er ekki beinni samkeppni við Evrópu. Þar með eigum við ekki að vera að lúta neinum orkusamkomulum sem er í Evrópu. Þú sleppti að taka upp þessu orkupakka. Já, og síðan kemur eins og viðbóta námskeið á vörubílstjóra og ég meira prófshafa. Ég sjálfur með meira próf og ég get ekki gripið í einstaka sinnum lengur nema að fara þetta námskeið. Þetta kostar bara stórfé, en auðvitað ef að bílstjóri vilja keyra inn á Evrópu, þar sem þeir komnir þá í beinni samkeppni við evrópsku bílstjóra, þá verða þeir að fá þetta.
En á meðan við erum eyríki út í hafi og við erum ekki beinni samkeppni við þá eigum við að fá undan þá frá þessu. Og telur að Íslands stjórnvöld hafi ekki sinnt því að ég veit ekki hvernig vill orða það, verja svona sérstaka hagsmuni Íslands eða það að við erum ekki að taka hér upp þunglamalega löggjöf eða einhverja svona eins og með bílstjórana, það sem lagt á bílstjórana að standa undir einhverjum kostnaði þegar það á ekkert við hérna á Íslandi því að þetta til þess að mæta einhverju vanda þar sem að fólk að keyra á milli landamæra í Evrópu en á ekkert við hérna að Íslands stjórnvöld hafi ekki gætt þess að vera ekki að taka upp íþyngjandi löggjöf án tilefnis. Það nú þannig þegar þú gerir svona samninga, það alltaf ákveðið það sem öll lönd fara eftir að biðja ákveðin undanþágu hluti sem að eigi ekki við þeirra landi eða þeir ekki tilbúin að lúta að. Og það virðist bara einhvern veginn vera að það ekki verið að nýta sér þetta. Það í mörgum tilfellum þá ekkert stórmála biðja þetta. Það má ekki gleyma að við erum örríki, við erum engin ógn fyrir meginlandi. En meginlandi náttúrulega ógn fyrir okkur, það mjög auðvelt fyrir þá að gleypa okkur upp á skömmu bragði, en ekki öfugt. Þannig auðvitað þarf smá svona örríki eins og við að gæta okkur. Og í þessu felst náttúrulega í því að lesa vel þessar samningar sem við erum að gera og biðjum þá undanþágur það sem á við. Og ég náttúrulega, ég vil náttúrulega hafa hlutina þannig þessi einfaldir. Og í þessu ég að gera einföldun með því að segja bara opinberlega öllu sem hlýtur að beinni samkeppni, þú veist, það eigum við hljóta að en ekki því sem óbeint. Við erum ekki beinni samkeppni. Við orkumálum og fleiri hlutum og fleiri málum. Vörubílstjórinn okkar ekki að keyra alla Evrópu. Það ekki ágjur við, þannig að akkur erum við að taka þetta á okkur. Síðan erum við marga aðra áætlun eins og kemur að fjármagna heimilum og tómstundið þegar mörgum og ég var alveg til í að sjá að núna rafbílavæðingin búin að vera sterk. Já, það var dreigið aðeins úr henni því að það var breytt reglunum. Já, en við skulum segja, út frá rafbílum þá hefur við myndað okkur nýtt kerfi í innheimtu gjalda og með þessi kerfi þá væri bara besta að við innleiðum þetta kerfi á alla bíla og tökum öll gjöld úr bensínu og allir olíugjöldum, dísilnum og bensínu þannig að fólk getur keypt það á bensín bara með virðisaukaskatti þeim lágmarksskatti sem á því. Þá hagkvæmara fyrir mig að vera á bensínbíl heldur en á rafmagnsbíl. Það ekki víst, við erum ekki svona fljótur að útreikna þetta, en þá ég bara að meina það að álögunar á bensínu fari inn á kílómetragjaldi eins og gert með rafbílana. En líka á rafbílana? Þeir sem vita ekki, það kannski ekki allir hlustinni sem vita, þegar þú átt rafbíl í dag, þá slærðu inn, þú mátt gera það mánaðarlega og vilt, en mér skilst þetta sé einu svona ári og þú svo bara áætlun, þú slærir inn bara kílómetrastöðu bílsins og ræður ykkur, þú vilt hafa áætlun eða gefa út oftar út. Þú getur þess að lesa af bílniðunum oftar og tilkynnta og svo farið bara reikning fyrir það sem þú búin að haka. Ef þetta kerfið komið til staðar, þá að gera innleiða, því það hefur verið rosalega brota á í raun og verið vegna smæðu okkar líklega. Það ekki til neitt sem heitir lita bensín. Þannig að ef þú ætlar að leika á snjósleðanum með fjórulínu eða sláttorfunni eða hvaða bensín knúna tæki sveigum sem ansi mörg. Ég meina þetta kemur að fyrirtæki sem að reka út kannski hvalaskoðunarbáta með utanborðsmótora sem eyða gríðarlega og þarna myndi þetta spara alveg gríðarlega á þessum fyrirtækjum það sem ekki verið eyða peningin í. En ekki hugmyndir að draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti þannig að þetta myndi auka bara losun? Það ekki núna næsta vetnið. Það vetnið ánum víst að koma stertinn næst. En þetta náttúrulega markmiðið alltaf að minnka mengun. En við erum líka að passa okkur að við erum ekki að hafa of mikið kostnað á fyrirtæki og fólkið í landinu. Þetta verður of mikið gert að því að leggja kostnað út af umhverfissjónarmiðum vegna þess að þú segir svo kemur vetnið þannig að þú hefur trú að því að þetta leysist kannski með tæknibreytingum frekar heldur en. Þegar kemur að umhverfismálum þá náttúrulega markmiðið okkar alltaf að reyna að minnka mengun til þess að við lifum í betri umhverfi. En það vill nú til að það sé rosalega oft þannig að það koma ákveðna stefnir í þessu umhverfismálum sem reyna svo ekki jafn góðar og ætla var. Og þetta við tökum svolítið, ef við viljum kalla þetta tískubylgjur. En við hefum bara þróið okkur áfram og minnka mengunna, en við erum að passa okkur að gangi ekki ofsa í þessu reglugerðum og öðru að þetta sé gert rétt. Ég meina dísilvélin í dag orðin að verða úrelt og bara þetta því að við mengunum búnaði sem tengis hér. Vélan að enda styttra. Það átaki í Bandaríkjunum núna hjá bifreiða
hvað þessi, eitthvað svona viðgera samtum hvort þessi mótor endurbyggingum og því sem að sjá skaðvaldan af aðgerðum sem það þar sem vélanir að draga það inn sót aftur í sógrinni sínu og endast á að styttra. Það er ekki mjög umhverfisvænt og þetta fara að framleiða mótor helmingi oftar heldur en þurfti ekki áður. Þannig, ég meina, við erum að þróast og þetta á alltaf að fara að jákvæðri átt. Eiríkur, þeir eru hlustaði á, virkar á mig svona, hvað það myndi ekki heita, svona sjálfstæðu maður sem að hugsa sitt. Þú með svona lausnir, einhverjum tilfellinu staðist að hafa verið að hugsa eitthvað í 2 ár. Þú kemur svona inn í forstaframbóðið, það veit ekki af þér, allt í ekki byrtist og þetta. Myndur þú segja að þú væri með svona eitthvað svona bakland eða félaga í baráttunni eða ertu bara þannig að þú hugsa þitt, kemur fram með einhverja lausn og leggur hana fram? Það er svona til einföldunum mátt segja já. Það er nú ekki svoleiðis. Ég er hins vegar alltaf þannig að ef ég ætla að gera eitthvað þá ég að standa mér eigin fótum í því. Ég er ekki mikið hrifinn að fólk eigi einhverju greiða inn í hjá mér eða eitthvað slíkt. Ég meina, ég hef alveg fengið eitthvað smá hjálp við þetta, en það er ekki stórkostlegt. En svona hugmyndið þínar, tekur þú þátt í einhverju, erðu með þetta gegnum einhverja kaffistofu? Ég hef nú ákveðið það að á sín tíma þá ætlaði ég ekkert að byrja neitt í stjórnmálum eða opinberun fyrir en ég var 50 og ég er nú að vera 48 ára á þess ári. Ástæðan fyrir því var nú einfaldlega bara svo ég geti klárað að ala upp börnin mínu upp á grunnskóla. En yngsta barni, hann sagði að þetta væri nú bara alltaf leið pabbi. Hann er að klára 8. bekkin núna og hitt grunnskólabarnið er að klára núna 10. bekkin. Þannig að þetta er svona innan skekkjumarka og það er nú stærsta ástæðan fyrir hann að ég er svona meira láta bera á mér. En segðu mér, hver er fjölskyldan þín? Herri, ég á sem sagt 4 börn með einni konu og ég er fráskilinn og ég er búin að vera með börnin mín í 2 vikna skiptingar frá því að ég skildi svona nánast innan skekkjumarka. 2 vikna? Já, þannig ég er með börnin í 2 vikur og hún er með 2 vikur og börnin ganga á milli eins og það sýnist og komið svona ágætis fyrirkomlega þessi í dag. Þannig að svona sátt búið myndast, það var ekki sátt í byrjun og mörg vandamál sem þetta takast á og nú er það allt lokið og ég held að við lifum bara bæði í nokkuð góð sátt foreldrunir og börnin þar með líka. Og það gengum bara vel og ég meina elsta barnið mitt er 24 ára og hún er núna í skóla og er að klára það og ætla sér ekki enga meina að fara að búa á Bessastöðum. Ekki það sé eitthvað að Bessastöðum, það er bara hún ennir ekki að taka strætó frá Bessastöðum í skóla. Það er auðveldra frá því. Ég veit ekki hvort að strætó gangi upp á Bessastöðum, ég veit ekki hvað er næsta stoppastöð. Já, þetta er ekki hannað þarna við að fólk séu í strætó þannig held ég. Nei, það er nú mörg hverfi. Samgöngunni eru náttúrulega, almenningssamgöngunni eru náttúrulega oft á vörum fólks. Ég á nú dreng sem æfi mikið handbolta og körfubolta og karate og hann er að fara núna lendi í því að það verður sameining á milli félaga hjá honum næsta vetur. Ég er ekki alveg átt á með hvernig þessi sameining á að ganga upp og það er klukkutími á milli í strætó. Það er bara ætlast til þess að foreldrar varna. Auðvitað verður æfingarnar skiptar á milli þessar hverfa sem eru sameinast. En þetta er ekki ganga upp nema samgöngunni sé í lagi. En þú ólst upp meðal annars í Bandaríkjunum á herstöðum. En þú ert vakti náttúrulega mesta athygli fyrir hvað er langt síðan að lettir í sjóslýsinu? Það var sem það voru 12 ár síðan. 12 ár síðan. 25. janúar 2012. Og það er náttúrulega viðtal við þig er líklega með í sögurasta sem hefur gerst í íslensku sjónvarpi sem var ekki Sigmar sem spurði einnar spurningar. Já, nú er svolítið svo ósanngjarnt alltaf að leggja svona Sigmar, hann stóð sér mjög vel kallinn. Hann fekk velum fyrir þetta viðtal fyrir að hafa ekki tekið orðið aftur. En velunum felist nú líka í því að hann náði til viðtals. Hann náði viðtalinu. En þetta var magnað á að horfa og ég hef stundum velt þessu fyrir mér hvað var þetta því að ég man ekki hvað talaruðu lengi í klukkutíma og 20 mínútur og 4 mínútur. Þetta var 84 mínútur. 84 mínútur. Svar við spurningu. Já. Og þú rekur þetta af einhverju ótrúlegri nákvæmni, eiginlega alla sjóferðina og alveg þangað til að þú ert eiginlega komin í örugga höfn eftir að hafa verið eiginlega bara í flotgalanöðunum eitthvað staðar út í reginhafi klukkutími saman raunverulega við aðstæða sem er eiginlega fárlegt að vonast eftir björgun.
Það nú svona svipað með björgunum minni og fórstaframbóði á mér. Ég lifi í vonunni. Það bara svoleiðis. Ég á ekki peninga til þess að auglýsa mig og slikt. En það alltaf ekki von. En þessi, og það sem ég velt fyrir mér sko, að því að viðtalið svo stuttu eftir þetta gerist sko. Hvort að það hefur raunverulega verið búið að sko settlast inn í því hvað þetta raunverulega var, því að þetta var alveg ótrúlega nákvæmni í aldrei frásögn. Það sömuleyti varstu svo lýsa þess að væri svona pínuliti fyrir utan atburðarins. Þá sem að segja söguna, að maður á í erfleikum með að tengja hann við að hann sé sögu persónan, sko, sögumadurinn og sögu persónan, vegna þess að sögu persónan að gangi gegnum svo hryllilega stöðu, en sá sem að segja söguna alveg bara ískaldur í frásögninni, segir alveg hvert einasta atriði. Sko, þegar þú vart að segja frá svona atburði sem svona nærri hjarta, þá rosalega erfitt að lenda í því að vera stoppaður. Og ég bað það að ég ekki stoppaður. Það svo erfitt að koma sér aftur á strik. Og það sem veldi þess að þetta gekk svona þakkarlega vel upp var það að ég ákvaða að bara náttúrulega enga skyldu til þess en eitt slíkt, en ég ákvaða það fljótlega eftir ég kom heim. Og þú veist náttúrulega erlendisverði var strax við fjölmála fórir og það var svona ákveðin aðgerðir að komast fram hjá því öllu og ég vildi ekki koma fram í neinu svona stuttum viðtölum með neitt slíkt. Og eins og það var nú hálfgeir papparassar fyrir utan heimili mitt á tímabili áður en ég kom heim, sem betur fyrir ekki þegar ég var komin heim. En það sem liggur aðalatriði í þessu það fólk sem í sárum, mikið af vinum sem vilja fá svör og þjóð sem vil náttúrulega vita hvað hefði gerst. Þannig ég tók mig einn dag aðna, númer 1 og mér fannst ég bera skyldu til þess að hitta alla fjölskyldunar að þeim loknu. Þannig þetta voru 3 fjölskyldur og ég fór á einum degi og byrjaði að fara heim til fjölskyldu hans Magga, skýrstjóra. Svo fór ég heim til ekki hans Gísla og hitti þar 2 eða 3 til viðbútar og endaði svo seint heim með fjölskyldu hans Einars Vélstjóra sem var kennari í Vélskólanum og hann var náttúrulega sá sem ég var búin að þekkja mest í þessu og svo Magga og kynntist Gísla nú bara í þessari ferð. En ég var alveg fram 2-3 nóttina í þessu og byrjaði fyrir partasins. Þannig að þetta var mikil átök að hitta alltaf fólk og sjá eindina sem að fólk var í, sem áttu náttúrulega áföllir fara svona misjafnlega í okkur og það voru sumir sem maður sá áttu mjög bátt. Þannig að maður fann mikið til með þessu fólki og ég hugsaði mig hvernig get ég létta á þessu fólki með þessu og það var einfaldlega með því að hugsaði mig fara til viðtals og af þeim fjölmiðlum sem að ég sá kom til greina þar þá gæti ég bara séð fyrir mig RÚV vegna ákveðna hluta sem hafði gerst framundaði þessu sem skulum ekki ræða djúpt í. En þá fekk ég Sigmar heim til mín í heimsókn og við ræddum saman og ég sagði hann að þetta myndi líklega taka svona kannski 1,5 tíma og það svona miðað hvernig ég sagði frá fjölskyldunum en fjölskylduna fengu þetta náttúrulega meira beint að sínum ættingja þann sem þau mistu. Þannig að þú varst búin að segja söguna við þau. Þannig að hann var eiginlega óbeint segja að ég hef búin að æfa þetta lítið fyrir með því að hafa hitt fjölskyldunar og síðan alltaf laði sig bara djúpt hugsi og vildi ekki vera að láta trufla mig mikið á meðan ég var að undirbúa mig fyrir þetta og einbeitti mig bara þessu og þetta var árangurinn að því. Þannig að þetta var númer 1, 2 og 3 til þess að reyna að leta á þá sem í kring og kaupa frið fyrir þeim. En eins og með fórstaframbúð þú ert að kasta þig fyrir alltjóð með þessu en það nú sjaldan sem eitthvað neikvætt hefur komið út úr þessu viðtali. Þetta reynsla þú ætti náttúrulega ekki að vera á lífi. Nei, það bara þannig. Alla líkur, við nefndum líkur á hann. Já, eins og ég segi, ég er skipstjórnarmenntaður. Það eiginlega ævintýralegt að þér hafi verið bjargað. Sko. Fólk verið átt að sjá því, svona einfaldsleginn sem fólk verið átt að á þessu að fara niður á Austurvelli, standa og horfa á blokkina kringu því. Ég held að hæðin og blokkan þar í kringu 15-16 metrar þess að hæstu. Meðalöldu hæðarna var 20 metrar, ágiskað frá björgunaraðilum sem komum björgum mér. Og það meðalöldahæð og meðalöldahæð miðast við stöðu sjávarhæðar. Síðan kemur ölduhæðin upp. Og svo öldudalurinn. Og svo kemur öldudalurinn sem getur verið 70% af hinnu. Og þá hafa við líka minni öldur og við fannum stærri öldur. Þannig að þú getur rétt ímyndað að með öldudali og upp á topp á öldu
Þá ertu kannski að tala 65 metra í vestu tilvíð. Hallgrímskirkju plús, eða ekki? Ég hef bara sagt það bara svona á við Hallgrímskirkju. Já. Og þú einn bara í bara floti? Já, það er náttúrulega þegar ég gæti ekki fundið Magga aftur. Ég var náttúrulega, þess að ég lendið, hann náttúrulega kemur að þetta er náttúrulega fyrst Einar. Hann drukknar líklega og fjölskyldan hann fannst það ekki, það kom þeim ekki óvart, hann hafði fljótur að drukkna út af því að hann gæti ekki loka munnunum almennilega eftir því að hann lenti í slysi upp í Vélskóla. Þess að hann fekk sem sagt starfslá í sig frá einni vélarna sem ræst svona handvirt. Þannig að hann var mjög illa farinn að því í munnum og drakk alltaf kaffi sitt úr mjóum glösum, gat ekki verið í breiðum bollum. Og síðan hann fyrir Gísli næst og þeir voru náttúrulega báðir ekki í göllum. Og síðan fór Maggi síðast, en áður en að koma því að Maggi fór þá voru náttúrulega bara tveir þarna og hann var að reyna að reka mig í bátinn og þetta björgunarbátinn var að reka í burtu frá okkur. Og þá fann ég 2 olíubrúsa og hann eitt sem var splunkunýr og annað sem var hálffullur eða eitthvað og ég opnaði þá og sturtaði allir olíun út og lokaði til þess að hafa eitthvað svona til að halda í. Það var nú sagt að ég hef verið vona á einhverju olíutunnu. Það er nú ekki rétt. Það færi nú svolítið orka að reyna að halda þessu upp á einhverju tunnu í þessu veðri. En allavega þetta, þú hefur eitthvað sem haldi. Það veit ég að það er meira svona flott. Já, og líka bara öryggi. Þú veist þú heldur eitthvað, finnst það. En svo það er alltaf að koma brotsjór þarna. Þú veist, það myndast þessi risa öld og það kemur brotsjórinn alltaf þegar aldan hringi sig upp og lemur svo í því. Og ég er að lenda náttúrulega stöðugt í þessu, þessna erum við alltaf að kastast af björgunarbátnum fram að þessu. Þess að við vorum alltaf að lenda í það og kom brotsjór og svo kastuðist af. En við gátum bara að vera vona á björgunarbátnum og það var rifin botni innan, þannig að það var ekki tækt að vera innan í hann. En sem betur verið í svona aðstæðum þá er ekkit gott að vera innan í björgunarbáti þegar þú kastast bara á hvoran annan inn í bátnum. En allavega þá fer það þannig að kemur rosalega brotsjór ofan á mig. Og þá er Maggi búinn að reka mig átt að bátnum og ég er í tókstreyti hvort ég er að fara í bátinn eða hvort ég er að fara vera bara í honum. Þannig ég er nær honum og báturinn er alltaf bara að fara lengra og lengra og ég er bara ekki sjá fyrir mig að ég vilji fara frá honum sko. Og svo kemur þessi brotsjór og ég man vel eftir þessu að þegar ég var, þú veist, ég er að halda hérna 20 lítra brúsa og ég er samt að fara niður. Þú veist, þetta er 20 kíló af lyftikraftur pluss það sem er í gallanum mínum. Og þetta er ekki að duga til þess að halda mig uppi. Þannig ég er bara að fara niður og það vill nú til ég er náttúrulega búin að kafa mikið og slíkt. Þannig að, þú veist, sjóumhverfið er ekkert, að vera ofan í vatni er ekkert eitthvað frábrugðið frá mér. Ég er einnig líka tæknikunnarkennari og búin að ganga til námskeiði í þessu sem eru mjög ítarleg og löng, sem að það er krefst mikið aga. Þannig að ég hélt mig bara alltaf rólegum þegar brotsjórinn kom. Það eina sem ég gerði vilt var að setja hendur fyrir höfuðið ef við skildi verið eitthvað brak í sjónum frá skipinu. En í þetta skiptið þá er krafturinn það mikill að ég næði ekki að halda brúsanum lengur. Og ég sleppi honum og svo þegar ég kemur eftir yfirborð og þá sá ég aldrei Magga aftur. Þannig mig grunnar að hann hefur farist bara í þessu sömu brotuöldu. Og þegar þú meðundurlaus í svona galla þá flýtir púðin aftan á og þú bakið er uppi og þú bara marrar undir, þannig að það er svo erfitt fyrir að sjá sérstaklega að koma rökkur þarna. En ég var alltaf að horfa eftir honum og leita á honum, ég sá hann aldrei aftur eftir þetta sko. Hvað þessi reynsla, hvað breyttu þér? Ert þú annar eftir þetta? Alla lífsreysur breytast náttúrulega manni. Það er svo mikil reynsla að raunverulega gengur í gegnum sko mikla raunir og svo má líka horfa að þeir eru eiginlega að gefi líf aftur. Já, það er það. Það er fæðan að taki var í lífinu. Já. Ég hef nú alltaf kunnað að meta lífið, þannig að því leiti var það ekki mikil breyting að því síðan. En þarna kemur náttúrulega nýtt umhverfi hjá mér að fólk eru að horfa mikið á mann og slíkt. Þarna maður sumir sem kalla þetta frægð, ég segi maður er þekktur, maður er frægð þegar þú leitast eftir því, en þú þekktur þegar þú ert ekki að leitast eftir því. Það er allavega minn skilgreining á því. Og þarna náttúrulega kemur að því að mikið af fólk er að spyrja mann alltaf spurningu og veita athygli, en sem betur aldrei mikið á djúpum spurningum. Það fekk nú stundum eitthvað svona sem var hálfskömmuslegt að vera að spyrja manni að það, en ég tekur svona vel vild, maður veit að fólk meinar ekkert illa oftast með þessu. Þannig að þetta er svona öðruvísingur að vera eitthvað þekkt manneskja og fólk eru að horfa mikið á mann og leita þess. En þessi reynsla, heldur að hún sé eitthvað í henni sem að veldur því að þú býður fram til forseta?
Ég er nú búin að vera að hugsa til Fostans löngu fyrir þann tíma. Nú, Þannig þú séð hvernig það? Það náttúrulega, mér hef alltaf langað að, eins og ég segi, ég er alltaf að hugsa hvernig get ég bætt hlutina. Ég meina, allt mitt líf hef ég unni við að finna ráð við vandamálum. Já. Ég meina, ég er búin að vinna mest náttúrulega í viðhaldi og slíku í minn lífi og það, tækninbúnaðurinn getur verið ansi flókin oft og þá varum alltaf að reyna að finna lausna hvernig er að gera lausna. Það er lengi langað til þess að gera við Íslands samfélag. Það má heila orða það þannig, en ekki samfélagi sjálf kannski, en lagaði stjórnkerfi þess. Maður á ekki að breyta. Sem er bilað. Við erum mjög fjölbreytt þjóð og í hugsun og hvernig við háttum okkur og það er bara frábært að hafa það svoleiðis og ég myndi ekki vilja hafa neina aðra leið. Ég er persónulega kannski ekki sammála mörgur sem margir gera, en það er þitt að velja það og ég stend algjörlega undir því að passa að það sé ekki brotið á þínu rétti. Þannig að stjórnarskráin á alltaf verja minni hlutan, það sé ekki ágengin. Þessna er ég mjög passasamur yfir því að þegar fólk vil hafa þjóðaratkvæðagreiðslur, að virðist sem við viljum bara hafa þjóðaratkvæðagreiðslur við erum að reyna að velja okkur hæft fólk og ég skil að fólk vil hafa þjóðaratkvæðagreiðslur meira af því leiti að hvernig það er stjórnað í landinu. Þannig að þá erum við fann að taka stjórnvöldin frá ráðamönnum sem við erum að kjósa og setja því hendur kjósenda bara. Þannig að þá fyrir þetta að vera svona tvöfalt kerfi. En það sem er hættulegast við þjóðaratkvæðagreiðslurnar er það ef við erum að fara að greiða atkvæði yfir einhverju sem við ætlum að ákveða hvernig þessi minni hluti eigi að vera. Það er hluti sem ég myndi aldrei vilja sjá í þjóðaratkvæðagreiðslum. Og við vitum að það sem okkur finnst í dag er kannski ekki það sem okkur finnst þetta 5 ár eða 10 ár. Við getum tekið rétt af minni hluta. Já, og þetta er svolítið hættulegt. Þess vegna má alls ekki vera að setja þetta í einhverju föstu prósentum eða neitt slíkt. Ef við erum með góðan forseta, að hann hlusta vel á þjóðina sína, þá verður hann alltaf lög sem er að fara gegn vilja þjóðunar stoppuð. Nú eru, já við getum sagt, tæpar 4 vikur til kosninga. Svo hefur þann tíma til þess að rífaði upp í fylgi, boða erindið þitt. Hvernig verða næstu vikur þér? Herru, ég er svona eins og í öll í lífinu. Við leiðum þessu bara að spila sig áfram. Og núna er ég náttúrulega að reyna að gera mína fyrstu frumraun að búa til einhver einfalda vefsíðu sem kom einhver boðskapið þar að. Ég er náttúrulega Það er alltaf að útskýra margt í að mörguleit er þú með svona afgerandi erindi og ólíkt öðrum, þannig að þú þarft að útskýra líklega meira heldur en... Við erum nú nokkri frambjóðendur sem segja líka að þingmenn eigi ekki að vera ráðherrar, svona til einföldunar, en við erum náttúrulega kannski með öðruvísi sjónarmið á í hvernig fórstinn eigi að standa því, en það hlýtur við segja sér sjálft ef að þingmenn eigi ekki að vera ráðherrar, þá náttúrulega út af því að fórstinn er að reyna að velja þar inn. Og fá náttúrulega ráð hjá hinnum og þessum og að hann velur í því. Ég vil meina að fórstinn náttúrulega standa til þess að vera lýðræði, það því að hann er ekki alltaf að taka innvalda ákvarðanir, en auðvitað verður það þannig að öllum ráðum og einhversu stjórna það endar alltaf eða einhver þarf að taka ákvarðan. En lýðræði felst í að við getum losa okkur við það ef okkur líkar á ekki. Og þú er tilbúin að vera þessi eini sem tekur ákvarðan? Já, þessna er ég hérna. Það er nú mikið að vera að koma hérna og standi að hitta mikið af fólki og réttláta að hverju maður getur verið góður forseti. Ég held að númer 1 og þú getur verið góða fastið þegar ég hef þau rök og innsæði sem þarf til þess að og dómgreind til þess að hlusta á þjóðuna og passa það upp á að það sé gætt. Eiríkur, gangið vel í þessu verkefni og aftur, takk fyrir að bjóða fram. Takk fyrir. Tegna. Og við sittum hér áfram við rauðaborðið og reynum að skilja samfélagslegum í næsti kafli eftir augnablik. Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.